Já, það stjórnarkreppa í Frakklandi eftir að Macron þröngvaði í gegn lögum sem að hækka eftirlaunaldurinn þar lendis úr 62 árum í 64 gegn vilja mikils meirihluta þjóðarinnar og þegar að ljóst var að hann var ekki að ná frumvarpinu í gegnum þingið, þá hætta við það og setti lögin fram hjá þinginu og við það skapaðist reiðialda víða Frakkland. Hann á línunni frá Frakklandi, Jóhannes Hraunfjörð Karlsson. Vertu velkominn. Já, þakka þér fyrir. Hvað segirðu? Hvert mun þetta mál leiða eiginlega þegar forsetinn komin upp á móti þinginu og þjóðinni? Já, við eiginlega áttum okkur kannski ekki alveg á því, en þetta svolítið sérstök staða sem komin upp og kannski byrja á því að útskýra hvað það sem sagt Elisabeth og Macron gerðu. Að það svokallað til þess að fara fram hjá stjórnarskránni eða þarna atkvæðagreiðslunni. Þá það sem sagt í 5. lýðveldinu sem de Gaulle í raun og veru stofnaði og setti svona sérstakt ákvæði inn í stjórnarskrána sem heitir svona 49,3 og með því að beita því þá þarf ekki að fara í gegnum atkvæðagreiðslu og gegnum breytingatillögu sem stjórnarandstaðan gerir. Þetta svona litið á þetta almennt sem neyðar brauða neyðar sem sagt aðgerð en hefur verið notað töluvert sérstaklega í minnihlutastjórnum og svona í gegnum söguna og Elisabeth hún hefur í raun og veru notað þetta núna í 11 skipti og fólk mjög almennt mjög óánægt með þetta vegna þess að þegar Macron kemur og í raun og veru á fyrra kjörtímabili hans þá voru eftirlaunalögin og sem sagt eitt aðal markmið hans að breyta og laga og það í raun og veru þetta sem hann síðan kemur í raun og veru frumvarpið, það hækkar úr 62 í 64 ár og þetta í raun og veru hvorki fugl né fiskur. Fólk venjulegt fólk eða almenningur það vill breyta þessu, það allir á því að það þurfa að breyta eftirlaunalögunum að ef við tökum að fara það bil 14% landsframleiðslunni í eftirlaun í Frakklandi í dag sem kannski berið það saman við Ísland, þá það svona litlu meira heldur en fer í eftirlauna allan pakkan hjá okkur. En það sama, þetta svona svipa kerfi og B-kerfi svo kallaða hjá ríkisstarfsmönnum, það fer stighækkandi. Macron lofaði 1200 evru lágmarki, síðan það upp var staðið, þá í raun og veru ekkert lágmark. Það ekki þessar 1200 evrur það standa ekki. Annað sem líka kannski vert að minnast á, það eru námsmenn sem taka gífurlega mikinn þátt í aðgerðum, sem sagt, að við vitum það að hvernig þetta á Íslandi, það öðruvísi, svo sem útskýrt það þú vilt líka, en í Frakklandi þá fá námsmenn ekki, sem sagt, vinna sér ekki réttindi, þeir eins og heima að þeir eru vinnandi með námi eins og við vitum, eins og þeir geta og mega, en þeir vinna sér ekki eftirlaunaréttindi. Þetta olli mjög mikill óánægju meðal þeirra og þess vegna taka námsmenn mjög mikið þátt í verkfallinu. Annað sem líka rétt að benda á og það með konur að þegar þær hafa verið á fæðingarorlofi og sem sagt þá samkvæmt áður en breytingin gekk í garð að þá fengu þær sérstök hlunnindi fækkun ára og svona sem sagt fyrir að eignast börn. Macron hann tekur það allt í burtu í nafni sem sagt hvað maður segja réttlætisins eða jöfnunar
og þetta olli, eða sem sagt þetta einn ástæðingssteinninn, fólk mjög almennt á móti eða sem sagt óánægt með þessa breytingu. Og það eru svona fullt af svona litlum hlutum sem eru og fólk bjóst við að eru tekið á en ekki tekið á. Annað atriði líka sem að þetta kerfi þarf að segja að það segir ekki allt aldurinn, sem sagt svo fólk átti sig á því betur, að 43 ár, þetta sem sagt vinnutíminn, og þú verður að vinna í 43 ár, það að segja í 172 svokölluð sem sagt ársfjórðunga, og til þess að fá full eftirlaun þegar þú ert á lágmarkslaunum, segjum það bara, og þú vinnur og segjum allt í næstu orðin 55 ára og þú missir vinnuna. Og þá rosalega erfitt fyrir þig að fá vinnu. Ég tek bara svona dæmi, þekkjum hvernig þetta á Íslandi og aldursfordómarnir ef eitthvað meiri í Frakklandi heldur en á Íslandi, og þetta veldur því að fólk sem sagt það kannski þarf að vinna miklu meira en 64, það kannski komið upp í 70. Og það sem sagt líka sem sagt svo ég telja upp annað atriði, og það að ef fólk byrjar mjög ungt að vinna, segjum 17 ára og hvað svona, að þá það í raun og veru komið með 43 ár þegar það 60. En það á samt að vinna til 64 ára. Og Marine Le Pen, hún hefur nýtt sér þetta og sagt að þetta sé, í raun og veru fólk bent á það, þetta í raun og veru, hvað maður segja, vatn á myllu hennar, allt þetta klúður hjá Macron. Og það sem sagt að ef að ég kemst til valda, segir hún, þá mun ég gera það af tillögu minni að breyta því þannig að þeir sem byrja að vinna fyrir 20, þeir fari á eftirlaun 60. Fyrir Macron hefði þetta ekki verið dýrt að halda þessu inni sem dæmi, vegna þess að það hefur komið í ljós að eins og við vitum að þeir sem eru hvað maður segja í lægri tekjutíundum, þeir lifa skemur, og ef við tökum lægstu stéttirnar í Frakklandi þá var INSEE eða Hagstofan í Frakklandi að gefa það út daginn að 25% af þeim sem eru sem sagt í lægstu tíundunum, að þeir eru dánir áður en þeir komast á eftirlaun. Þannig að þetta rosalegu fjöldi. Og í þessu ekkert tekið, öskukalla sem hafa verið í verkfalli í París núna sem dæmi. Þeir segja, og eru skikkaði núna til að vinna, þeir segja að þetta kemur ekki til greina fyrir okkur, við erum bara dauðir áður en við komumst á eftirlaun. Þannig að það ansi svona, já, margt að þessu frumvarpi, og í raun og veru ég alveg viss á því. En þetta þannig mál að það ekki hægt að ná samkomulagi sem að allir geta sett sig við? Það ástæðan? Þannig ef að frumvarpi hefði verið með einhverjum öðrum hætti þá hefðu bara aðrir hópar farið í verkfall og mótmælt? Eða þetta einstaklega illa gert frumvarp? Því að þú sagðir í upphafi að flestir væru á því að það þyrfti að breyta einhverju. Nú á því að þetta sé frekar illa unnið. Það sé í raun og veru það vegna þess að, já, ég myndi nú segja það væri nú bara hreinlega illa unnið, og það var verkalýðsforingjar. Þeir eru margbúnir að reyna að fá fund með bæði forseta og forsætisráðherra sem bæði hafa algjörlega hunsað þá. Það hafa farið í raun og veru í janúar strax í mjög fjölmennar göngur, friðsamlegar samsagt, friðsamar, ekki neina læti, ekki neina svona eins og var hjá gulvestingum, þá tíðkaðist það voru svona svo kallaðir black
blokk sem tvístruðu í raun og veru göngunum með því að ráðast á verslanir og eyðileggja allt og skemma. Verkalýðshreyfingin hefur komið í veg fyrir það og skipulagt sínar göngur þannig að þeir komast ekki upp með neðlæti. En þrátt fyrir það þá þá neituðu bæði forsætisráðherra og forseti að ræða nokkuð við verkalýðshreyfinguna. Og krafan í dag sem að þetta frumvarp verði í raun og veru dregið til baka og sest niður og búið til eitthvað að viti. Nú ætlar Macron að ávarpa þjóðina í hádeginu á morgun. Heldur að það verði erindi ávarpsins að leita einhverja sátta í málinu eða heldur hann verði í ávarpinu að tala nauðsyn þess að þessi lög standi? Ég bara hennilega veit það ekki. Ég vona að reyna að leita sátta svo ég segi nú eins og því að fólk almennt mjög reitt og þá á ég bara við hina venjulegu húsmóður eða venjulega fólks. Ég get tekið dæmi að við þekkjum það að það alls staðar kreppa, mikil verðbólga og þó að hún sé miklu minni verðbólgan í Frakklandi heldur en á Íslandi, það að segja rétt rúmlega 6% meðað við ríflega 10% á Íslandi, að þá sagði mér verslunarstjórinn hérna í einni stórverslun, svona í Súperví sem svona svipað á Bónus, svo takið sem útskýrið það, að á síðustu 3 mánuðum þá hefur matur eða nauðsynjar hækkað 25%. Það að segja fólk sem kaupir eina stóra, eins og hún orðaði það, eina stóra kerru í matinn á viku, í mánuði á viku hverri, að það verður að sleppa seinustu körfunni til að lifa út mánuði. Þannig að ástandið ansi svona eldfimt, svo að ekki sé fastar orði kveðið. En hvert getur þetta leitt? Nú eru boðuð verkföll á fimmtudaginn, mótmæli. Hvert getur þetta leitt til nýrra þingkosninga? Hvað getur gerst? Hann hefur, það kemur alveg fram núna að vegna þess að þessi leið sem var farin, það í raun og veru tvennt sem fólk óánægt með og að það að löginum eftirlaunafrumvarpið, þetta ekki sérfrumvarp, heldur þetta svona breyting á fjárlögum varðandi lög almannatryggingar. Það að vera að auka fjárveitingu, þannig að þetta svona svipað eins og við þekkjum að á Íslandi að þá almannatryggingar, þær eru bundnar vísitölu eða launavísitölu, en síðan fer þetta fyrir í fjárlög og það það skorið niður. Þetta í raun og veru alveg það sama og gerist með þetta. Hitt atriði sem í raun og veru sem málið í raun og veru farið að snúast núna, það hætt að snúast í raun og veru eftirlaunalögin sem slík og það snýst meira lýðræði og almenn svona mannréttindi og almenn vinnubrögð þingsins. Þetta sé í raun og veru ótækt að svona stórt mál sé farið í þennan farið. Þannig að þetta í raun og veru bara spurningum hvað maður segja lýðræði, demokrasíu. Þannig að Frakklandi komið í stjórnarkreppu. Algjörlega núna. En hver leiðin út úr því? Hvernig getur það vafið upp á sig eða endað með einhverjum hætti? Já, mér sýnist að það verði að setjast niður og breyta frumvarpinu þessu, eftirlaunafrumvarpinu. Það verði að í raun og veru gera það og stokka það algjörlega upp og taka annan pól í hæðina. Skattar eru háir í Frakklandi og það verði bara að fara aðra leið, ekki að fara, fara aðra leið. Það hafa margir bent á margar leiðir út úr þessu og svona og stjórnvöld hafi í raun og veru alveg hunsað það og já, það þyrfti í raun og veru að gera þetta, myndi ég telja. Heyrðu,
Jóhannes, takk fyrir að gefa okkur yfirliti við stöðuna í Frakklandi sem vissulega spennandi. Takk að kærlega fyrir. Já, og við snúum okkur núna að næsta máli eftir augnablik. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall.